Boltarétturinn hérna á Culiacán, hann í raun og veru hugmynd sem kom upp í kjölfarið á svona þarfagreiningu. Þannig að við settumst niður og í raun og veru rýndum í þarfagreindum hvernig knattspyrnumenn sjá svona möguleikann á að fara út að borða eftir æfingu eða eftir keppni. Og settum saman þennan rétt sem í raun og veru gíraður inn á knattspyrnumenn, hvort sem það sé karlmaður eða kvenmaður eða barn. Þetta eru réttir sem eru í mismunandi stærðum og eru þannig samsettir að næringargildið hentar mjög því sem í raun og veru knattspyrnumaðurinn eða konan hefur verið að eyða á æfingu í keppni. Stór hluti réttsins sem kolvetni. Flókin kolvetni, það ekki sykur, það ekki þannig eins og þú sért með eitthvað sem keyrir upp blóðsykur. Það mjög mikilvægt að það komi fram. Og svo þarna líka bæði kjúklingur og nautakjöt. Þannig að samsetningin þannig að á knattspyrnuæfingu þá verið að nota vöðvana og það ákveðið niðurbrot sem á sér stað í vöðvunum. Þannig að það að fá sér bara kolvetni, það dugar ekki. Þú vilt líka koma prótínunum inn og við það að setja bæði kjúkling og nautakjöt í réttinn, þá erum við komið með alla línuna af prótíntegundum, það er að segja amínósýrum sem eru uppbygging prótína og þá ertu komið með allt í rauninu sem þú þarft í einni máltíð til þess að setja saman til uppbyggingar eftir erfiða æfingu. Það var í rauninu hugsunin á bakvið.